Heimajarðgerð eins konar samband af vísindum og list. Það sem á sér stað í heimajarðgerðin eru efnaskipti með svipuðum hætti og á sér stað í okkar eigin líkama. Það koma saman 3 þættir, næring, súrefni og vatn og þannig verða efnaskiptin og ef eitt af þessu 3 vantar að þá hættir niðurbrotið í jarðgerðartankinum. Ef þetta vantar í okkur þá deyjum við. En listin hins vegar að maður þarf að gera þetta sjálfur og maður að gera þetta með sínum eigin höndum og maður þarf að prófa sig áfram. Maður veit að maður að ná árangri þegar kemur hiti upp í massanum, því það efnaskipti sem búa til hitaorku þarna, alveg eins og efnaskiptin í okkur búa til 37 gráður Celsius í okkar eigin líkama. Þið sjáu bara gufuna sem kemur upp úr þessu. Það er góður hiti í þessu, þetta virkar og það sem efst hérna voru matarleifar fyrir ekki mjög löngum tíma síðan, einhverjum 2 vikum kannski. Þetta ekki of blautt, þess vegna hrýnur þetta hundunum á mér aftur. Þetta klessist ekki við mig. Það mælikvarðinn á því að þetta sé hérna góðu lagi. Ef massin of blautur, og þá svona klessist hann, súrefni kemst ekki inn og það byrjar annars konar niðurbrot, svo kallað súrefnis óháð niðurbrot sem framleiðir, hérna það bara eiginlega úldnun og framleiðir vonda lykt. Þá það staðfesting á því að jarðgerðin gengur ekki eins og ætti að vera. Ef það jafnvægi á milli raka og næringar og súrefnis, þá gengur þetta mjög hratt fyrir sig. Þá jarðgerast matarleifar á bara viku, hálfu mánuði. Ef efnið of blautt, þá bara setjum maður hérna þurrefni út í. Bæði það þurrt, þannig að vinnur gegn bleitu, en það eru líka niðurbrotshvatar, jarðgerðarhvatar í efninu sem hjálpa til við að ýta þess að stað aftur. Vegna þess að maður setur alla matarleifar í moltutunnuna, að þá molta sem gerð úr matarleifum, hún mjög næringarík, það myndi segja hún sterk. Það þýðir það að maður getur ekki notað hana sem mold og gróðsett í hana beint. Þetta nær því að vera áburður heldur en mold. Þannig að ég myndi alltaf blanda henni saman við venjulega mold ef ég ætla að rækta eitthvað í henni. En hún er mjög góður áburður hins vegar.